eins og við vitum og mikið búið að vera talað núna síðustu vikur og mánuði, þá tími Arnarins runnin upp. Og mér langar til þess að fara hér í dag svolítið í það hvað það þýðir. Tími Arnarins. Tími minn runnin upp. Mér langar til þess að vera Örn. Þannig að ég segi bara að tími minn runnin upp, svo sannarlega. Og tími ykkar líka. Og það svo frábært að allar þessar frásagnir í Biblíunni, vinir, hafa dýpri merkingu. Þegar þú lest orðið, þá þetta svona eins og lag ofan á lag. Það lína ofan á línu. Og ég hef verið að lesa stundum sömu versin aftur og aftur og aftur, bara frá því ég var lítið stelpa og ég fæ alltaf eitthvað nýtt út úr orði Guðs. Og vitið það ótrúlega spennandi hvað Guð trúfastur að opinbera vilja sinn í gegnum orð sitt og líka að maður fái opinberun á þeim tíma sem maður þarf. Og ég get ekki eiginlega útskýrt öðruvísi en þegar ég að ganga gegnum einhver ákveðna kringumstæður og ég les orðið, þá eins og orðið tali inn í þær kringumstæður. Það nefnilega lifandi og það kröftugt. Og það vinir, orð Guðs magnaðasta fyrirbrigði sem bara tilfinnst á þessari jörð. Og vitið það, ég held að þessi verk óvinarins, hvað það hefur í rauninni, þú veist, hvað erfitt fyrir marga kristna að lesa orðið. Það bara virðist vera ótrúlega erfitt fyrir fólk að opna Biblíuna. Það á ekki að vera þannig. Út af því að óvinurinn sigraður. Og hann veit, vinir, og ég að segja ykkur hér í dag, hann veit þvílíkur kraftur býr í orði Guðs. Þannig að ekki láta óvininn ræna fá þig blessun dagsins í dag. Með því að hafa áhrif á hugaðinn, vinir, við erum kölluð til þess að fljúga hærra. Og ég ætla að segja þetta aftur, við erum kölluð til þess að fljúga hærra í Jesú nafni. Og við í dag, vinir, við ætlum að fljúga hærra. Og mér langar til þess að byrja að lesa í 5. Mósebók, í 32. kafla í versi 7. Byrjum í versi 7. Og þar kemur svo fram, og þetta Móse að skrifa. Minnstu fyrri tíða, hyggað árum gengina kynslóða, spyrðu föður þinn, hann fræði þig. Öldungana, þeir segja þig frá. Við lifum á tímum þar sem gert lítið úr visku þeirra sem hafa farið á undan. Og það hættulegu tími. Það bara beinlínis hættulegu tími. Vitið það, Guð hefur kallað öldunga til þess að fara fyrir í rauninni. Að mennta þá sem þú veist, ekki komnir eins langt í Guðsríkinu. Við erum að hlusta þá sem hafa farið á undan. Það mjög mikilvægt. Svo kemur vers sem langar til þess að kannski að leggja sérstaka áherslu á í dag. Og það vers 9. Þegar hlutskipti drottins líður hans Jakob, útlutuð arfleið hans. Hann fann hann í eyðimerkur landi og í óbyggðum, innan öskrið í örafanum. Hann vendaði hann, hugði að honum. Hann varveitti hann sem sjáaldur auga síns, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt, svífur yfir ungum sínum, svo útbreiddi hann vængi sína, tók hann upp og bar hann á fuglsfjöðrum sínum. Það sem athyglisvert við þessi vers að þarna stendur Móse fram fyrir dauða sínum. Hann veit að hann mun ekki sjá fyrir landið. Hugsið ykkur. Maðurinn sem var fenginn til þess að færa Ísraelsmenn út úr ofsóknum Egypta. Hann hafði leitt lífin, en út af því, vinir, hann gerði ekki vilja Guðs. Hann sló tvisvar í klettin. Þið þekkið þessa frásögn. Og þá segir Guð við hann, þú munt ekki sjá fyrirheiti verða veruleika. Hugsið ykkur, hann bara sló eitt klett og þar með var málið dautt. En það sem að Guð gefur honum, og það sem að mér finnst alveg ótrúlegt, hann gefur honum upp innblástus orð, og hann skrifar alveg ótrúlega fallegt ljóð.
en það tvíbent þetta ljóð. Það annars vegar hvatning, en hins vegar dómur. Þetta var erfitt orð, því hann í rauninni að segja við Ísraelsmenn, farið þið lengra en þangað sem ég hef komist. Það voru tímamót á þessum tíma þegar Móse orti þetta ljóð. Og vinir, það eru tímamót í dag. Það eru nefnilega tímamót. Og vinir, við eigum ekki bara að vera heyrendur orðsins. Og við verðum að vera gjörendur. Það komið svo tími, vinir, sem að Guð ætlast til af okkur að við förum að fasta fæðu, að við förum að þroskast á göngunum með honum, að við förum að fljúa hærra. Má ég heyra amen? Því að tími arnarins er runnin upp. Takk Jesús. Halleluja. Og hann segir við þá, og hann líkir þessu við sem örn sem vekur upp hreiður sitt. Þetta svolítið áhugavert. Örn sem vekur upp hreiður sitt. Það margt við örnin sem að við getum svo sannarlega lært af. Kolli kom inn á það í síðustu viku og það er svo athyglisvert. Fyrsta versi hans Kolla var þetta vers. Og ég í rauninni ætlaði að predika síðasta sunnudag, ég var bara svo slöpp. Kolli las nákvæmlega þetta vers á sunnudaginn. Við vorum ekkert búin að tala saman. Hugsaðu hvernig Guð er. Hann er svo nákvæmur. Hann er að leggja áherslu á eitthvað. En hvað er það við örnin og hvað þýðir þetta að vekja upp hreiður sitt? Hvað þýðir þetta? Hvað kennir þetta okkur í dag? Hvernig getum við tilenga okkur þetta til þess að stíga hærra í Guðsríkinu? Og mér langar til þess að fara inn í þau mál. Það er margt sem að við getum tilenga okkur. Örnin er nefnilega alveg ótrúlega magnað dýr. Af hverju er líkingin örn en ekki kjúklingur? Og ég var bara að horfa á Jóhanni, ég var ekki að meina að hún væri kjúklingur. Ég vil bara taka það sérstaklega fram. Jóhanna var einmitt að segja við mig á hann, hún alveg bara ætlar nokkuð að tala mig, kjúklingin. Og ég sagði, nei, Jóhanna, þú ert örn, þú bara opaslega lítill örn. Nei, ég er að grínast. Af hverju nota hann ekki, samlíkinguna við kjúkling? Út af því að örnin, hann flýgur hæst. Hann flýgur hæst allra fugla. Vitið það, örnin getur hort á móti sólu og ekki skemmt augun sín. Finnst ykkur það ekki svolítið merkilegt? Við eigum nefnilega að horfa á sólnana og vitið það, þegar við gerum það, þá fljúgum við hærra. Akkurat. Við fljúgum hærra. Annað sem er mjög athyglisvert við örnin er að hann gerir hreiður á klettasillum. Og það er annað, vinir, sem við þurfum að taka til okkar í dag. Það er að búa til hreiður ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir aðkomendur okkar, upp á klettasillu. Að sjá heiminn í víðara samhengi er eitthvað sem er biblíulegt og er gott og til eftirbreytni, vinir. Við kristi fólk megum ekki vera með ykkur að röra sín á kringustæðunar og það Guð er svo miklu stærri. Og það sem er svo frábært við örnin þegar hann í rauninni verpir eggjunum sínum er að það er á klettasillu, þannig að leið og litlu arnar ungarnir klekjast út, þá horfa þeir á veröldina í víðu samhengi. Og vinir, í dag, þá er Guð að fara fram á það við okkur að við horfum á veröldina og Guðsríkið í víðara samhengi en við höfum verið að gera hingað til. Má ég heyra amen? Það er bara krafa. Það er krafa. Og það sem að meira er, vinir, örnin býr til hreiðrið úr reynslu heimi sínum. Leið mér að útskýra. Móðirinn fer víða veröld, nær í greinar, tekur greinarnar og býr til hreiðrið. Þannig að hreiðrið er í rauninni reynslu heimur foreldris. Það er bara hreinlega þannig. Og hreiðrið er nánast vísindalega gert. Það eru fullt af greinum, en
þær eru allar út á við. Hreiðrið sjálft mjúkt, það þægilegt, það gott og það gott að vera hreiður ungi í hreiðri arnarins. Það mjúkt og það þægilegt. Og það sama með okkur vinir. Þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá það mjúkt og það þægilegt og það gott. Og það sem að Guð gerir, hann gefur okkur á sínum reynslu heim og hann segir, lærið af mér. Lærið af mér. Og við eigum að læra af honum. Við eigum ekki bara að hlusta á hann, við eigum líka að framkvæma. Við eigum að læra af honum og við eigum að feta í hans fótspor. Og hann gefur okkur að borða. Hann gefur okkur að borða. Hann fer út og sækir mat fyrir ungana sína og hann hlúir að ungunum sínum. Og vinir, Guð hefur svo sannarlega hlúðað okkur. Og það meiri sem hægt að færa þetta upp á bara, þú veist, náttúrulega foreldra. Ég veit að mamma og pabbi bjuggu mér bara alveg ágætis hreiður. Ekki fullkomið. Það enginn með fullkomið hreiður. En vinir, mér ekki ætlað að vera í hreiðri mamma og pappa. Mér ætlað að fljúga. Og ég þarf að finna minn eigin reynslu heim og eiga persónlegt samband við Jesú. Það þýðir ekki bara að heyra af Jesú. Við þurfum að vera eins og Jób. Þegar augu hans sáu hann. Hann sagði, nú hefur auga mitt litið þig. Og það kemur aldrei vinir þegar við erum bara í hreiðrinu. Það virkar ekki þannig. Augans líta þegar við erum farin að fljúga sjálf, við erum farin að upplifa með Guði það sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, kirkjan í dag, hún svo uppfull af allavega veit ég, þessi kirkja, ég tala bara fyrir okkur, við vitum orðið svo margt. Nú komin tíma að framkvæma. Dýrsi Guði. Og það svo spennandi vinir að fá að framkvæma því að Drottinn hefur trú á okkur. Ég ætla bara að segja það aftur. Drottinn hefur óbilandi trú á kirkju sinni. Hann vill ekki bara að við verðum þarna, þið veitir, föst í ykkur hreiðri. Hann vill að við breiðum út vængina. Og veitir, vængkaf Arnarins alveg 220 sentimetrar, þú veist, þetta gríðarlegt vængkaf. Þeir eru auðvitað misstórir og fer eftir í rauninni hvers konar örn að ræða. En við erum að tala hann svo öflugur. Og það sem að örnin gerir, vinir, og það sem að við þurfum að læra að gera, þegar kemur stormur, þá lítur örnin á það sem áskorun að fljúga hærra. Vinir, kirkjan alltaf einhvern veginn hér niðri. Við erum alltaf að biðjast afsökunar og vera til. Það komið tími til að við hættum að biðjast afsökunar. Vinir, við þurfum að fara að fljúga. Okkur eru gefnir þessi massífu, þið veitir, vængir. Og þú munt aldrei vita hvað Guð hefur sett innan með þér nema þú takist á loft og leyfi Guði að efla þig og styrkja þig til þess að fljúga hærra. Annað sem að mér finnst þetta eiga við, talandi að fljúga yfir storminn. Það svo margir í kirkjunni sem eru móðgaðir. Sárir. Og vinir, ég hef alveg fullt tilefni til þess að vera ótrúlega sár. Út í bara töluvert marga. En vitið það, særindi halda mig bara frá tilgangi mínum. Við þurfum að vera fljót að fyrirgefa. Við þurfum að setja í gleymskunar haf og það það sem örnin gerir. Hann fer hærra en einhver, þau veitir, einhver vont veður. Hann fer hærra. Og vinir, í dag að þá þurfum að leggja til hliðar, þið vitið, þessi smá smugulegu, þú veist, hugsunarhátt, þar sem að við erum að kýtast eða við erum ekki sammála eða við erum reið eða við erum bitur og þessi ekki að gera þetta. Við þurfum að fara að sjá hlutin í stærra samhengi. Og við þurfum að fara að sjá að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjör. Og við þurfum líka að sjá að þessar erfiðu kringumstæður með auðvitað þeim góðum muni samverka okkur til góðs. Staðreyndin svo að Guð notar þessar erfiðu, óþægilegu kringumstæður
til þess að kenna okkur. Allar kringumstæður geta verið kennslustund fyrir okkur í dag. Og veitir það, ég hef lært mest á erfiðum kringumstæðum. Það eru kringumstæðina sem að sitja, gerða verkum að eitthvað situr eftir í hjarta mínu, vinir. Þess vegna verður að vera fljót. Við segjum þetta oft við Gunnar þegar hann fara að keppa, passa að halda haus. Hann þolir ekki því ég minnist á hann í predikun. Því miður, allir sem eru skildi mér fá að heyra. En það sem ég að segja, pössum okkur á að einhver leikmaður og andstæðingur og öðru liði trufla okkur ekki þannig að við getum ekki spila leikinn. Skiljið hvað ég er að meina? Og vinir, við þekkjum það í Rómverjabréfinu í 12. kafla, þá segir, hegðið yður eigi eftir öld þessari. Takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Vinir, Ísraelsmenn hefði aldrei farið inn í Kanansland nema út af því að þeir endurnýjuðu hugarfarið sitt. Það hluti af því að ganga inn í vilja Guðs. Og til þess að endurnýja hugarfarið, þá þarftu að fljúga hærra. Þú þarft að treysta meira. Þú þarft að láta vaða í kringustæður sem að þú ert ekkert endilega sterkur í. En vinir, það sem ég hef lært er að mátturinn fullkomnast í veikleika. Það sem ég hef lært er að Guð kemur aldrei of seint. Það sem ég hef lært er að Guð fyllir á það sem að mér skortir á. Og vinir, ég trúi því að inn í þessum hópi hér í dag, fólk sem að hlusta mál mitt, bæði hérna í gegnum netið og líka þeir sem eru hér. Innan með ykkur, vinir, býr eitthvað alveg stórkostlegt sem að Guð þráir að nota. Guð hefur kallað eitt og sérhvert ykkar til þess að stíga inn í Kanansland. Hann hefur treyst okkur fyrir því. En til þess að svo mætti verða, verðum við að hafa hugrekki að breiða út vængina og fara að fljúga. Við þurfum að fljúga hærra. Og vinir, í dag, kirkjan þarf að fljúga hærra. Það er frekar, láta okkur í sig. Ég að hvetja ykkur. Vitið það, þetta er bara pjúra biblíulegt. Þetta er bara biblían. Og hugsið ykkur, Móse að missa af að komast inn í Kanansland. En það sem að Guð gaf Móse, þetta ljóð sem að Guð gaf Móse, var til þess að kveikja í Ísraelsmönnum. Að hafa hugrekki til þess að skilja þið gamla frá þessu nýja sem að Guð hefði fyrir þá. Og á sama tíma, vitið hvað gerðist? Þau hættu að fá manna. Þau þurftu sjálf að afla sér fæðu. Finnst ykkur þetta ekki líka svolítið áhugavert? Þetta er á sama tíma. Það var engin kokkur. Guð kom ekki bara með linkhænsnin, það breytist allt skipulag hjá þeim. Þau þurftu að fara að taka sjálf upp matinn. Og vinir, þetta var í rauninni betri matur. Fjölbreyttari matur. En þau þurftu að hafa meira fyrir hlutunum. Þannig að það er líka tákgrænt. En vinir, það voru svo sannarlega ekki allir sem að gengu inn í Kanansland sem hafðu uppáflega farið út af Egyptalandi. Og það er það sem er svo sorglegt. Innan með okkur öllum eru möguleikar. Guð hefur sett innan með okkur öllum möguleika. En það sem að óvinnurinn gerir er að hann reynir að hafa áhrif á okkur þannig að við stígum ekki fram og erum það sem að við eigum að vera. Óvinnurinn hefur alveg ótrúlegan mátt að því leitinu til. Hann hefur í rauninni engan mátt, hann getur ekkert gert neitt. En hann hefur áhrifamátt. Og það sem að óvinnurinn hefur gert er einmitt að telja kristnu fólki trúum að þeirra rödd skipti ekki máli. Það er ekki rétt. Og í dag að það þarf kristin kirkja að fara að rísa upp og tala máli drottins Jesú. Við þurfum að hætta að vera eins og einhverja mýs og fara að vera ljón þegar kemur á drottni.
En þegar fólk að ráðast á okkur, leifum því bara að gerast. Það bara gott fyrir okkur. Það auðmýkjur okkur. Og ég veit ekki með ykkur en ég þarf meiri auðmýkt inn í mitt líf. Við þurfum það öll. En þegar kemur á drottni, vinir, þá þurfum við að standa í lappirnar. Vinir, við eigum það besta og það svo einkennilegt að íslensk þjóð, hún leitar að öllu öðru en til kristni. Þetta á ekki að vera svona. Sjáu þið ávöxtina af kristinni trú á alla vestræna menningu. Þvílík blessun sem að kristin trú hefur verið. Ég meina lögin okkar, lögin í Bandaríkjum, lögin í Evrópu byggir allt á kristnum gildum. Vinir, við búum við ríkidæmi. Við erum svo blessuð og við erum að skammast okkar fyrir það sem að við trúum á. Ég held ekki. Bara í Jesú nafni. Og megum við finna hugrekkið eins og Móse fór fram á við gyðingana. Takið ykkur upp og farið að fljúga. Farði hærra, farði lengra en ég gat komist. Hugsið ykkur. Magnað. Og vinir, Guð bara að kalla kirkjuna lengra. Guð að kalla mig á nýjan stað, þar sem ég þarf að treysta honum með alveg nýjum hætti, vinir. Og vinir, hann ekki bara að tala við mig, hann að tala við okkur öll. Hvað það í mér sem að stendur í vegi fyrir því að ég fara að fljúga? Alli? Nei, djók. Nei, ég að djóka. Ég vil að fá mig vatn. Það alls ekki Alli. Það þurfa allir einn alla í lífsitt. Ég hef sagt áður, ef ég myndi dett í hug að vilja vera forseti Bandaríkjanna, Alli væri bara svona, já, gerum þetta. Nei, það æðislegt. Og þess vegna skiptir máli, eitt annað sem örnin gerir, örn með öðrum örnum. Hlustið á mig. Það til tjóns að vera vinur allra. Biblían kennir það. Við þurfum að vera með öðrum. Akkurat. Örn laðar að sér örn. Þess vegna luðumst ég og Ella svo mikið að hver annari. Nei, í alvörunni. Og vitið það, ég hef lært þetta með betri reynslu. Vitið það, það ekki allir sem að vilja fara hærra. Því miður. En Guð hefur kallað okkur hærra og þá skiptir máli hver í þínum innsta hring. Hver besti vinur þinn? Það eitthvað sem bara talar endalaust dauða? Eða eitthvað sem að sér möguleikan? Já, ég ætla að gera þetta með þér. Ég ætla að fara lengra með Guði. Vitið það, að eiga góða kristna vini sem að tala í mann kjark þegar kringumstæðurnar vilja draga úr manni allt líf skiptir öllu máli. Og vinir, það fullt af fólki hérna inni sem eru góðir vinir. Veljum okkur góða vini. Við erum ekki í kringum fólk sem að tala dauða og gerir bátinn okkar lekan. Vitið það, ég svo þakklátt fyrir það að fá að eyða tíma til dæmis með Jóhannu á hverjum einasta degi. Förum í ræktin á hverjum einasta degi og við bara grenjum úr hlátri hérna, við hlæjum af öllu, aðalega okkur sjálfum. Við erum freka fyndnar. Viljum við meina. En það svo dásamlegt, hugsið ykkur, við erum ekki bara systur í Kristi, við erum systur. Og það dásamlegt að hafa ykkur mannesku sem hefur verið vitna lífi mínu og ég af hennar og við eigum bara svona yndisleg samfélag. Og vitið það, kirkjan á að vera þannig. Við erum bara, við erum bara, samfélag trúara. Við eigum að koma saman og lyfta hvort öðru upp og blessa. Og hvetja fólk áfram. Ef þú ert með eitthvað gjöf, þá vil ég sjá þig blómstra. Þín gjöf hjálpar Guðsríkinu. Og leið og við erum farin að horfa þannig á hlutina í víðara samhengi, nota bene. Út af Guðsríki oft þannig bara, já, þetta mitt ríki, ég verð að passa upp á mitt, ég verð að passa upp á. Nei, leið þú hættir að passa upp á þitt og ferð að hjálpa öðrum, þá mun Guðsríki stækka.
Þetta í rauninni svo akkurat öfugt við það sem við höldum. Það óttinn sem að færa okkur til að vera hér. Það kærleikurinn sem færa okkur til að vera hér. Það málið. Og vinir, við þurfum að henda þessum ótta út af hafsauga. Fullkomin elska, hún útrekur óttan. Og vitið það, fullkomin elska býr innra með þér. Heitir Jesús. Býr innra með þér. Og hann með þér allt til enda veraldar. Hann búinn að lofa því í orði sínu. Við hvað eru við hrædd? Hvað geta menninni gjört okkur? Og það góð spurning. Hvað það versta sem gæti gerst? Ef að þú tekur stöðu þína og bara, hér ég. Ég stend fyrir þetta. Jesú Kristur minn frelsari. Það fær mér ekkert haggað. Vitið það, ef það myndi rísi fólk sem að væri bara allir þar, þú veist, í þessu, við myndum sjá þetta land breytast, umbyltast. Við þurfum ekki að vera smeyk, við þurfum ekki að vera óttaslegin. Hann hefur sigrað dauðan, hann hefur sigrað allt og hann býr innra með þér. Bara minna þig á það, hann býr innra með þér. Já, hann eilífa lífið. Og hvað það versta sem getur gerst? Nú, að við bara deyjum. Það svo hræðilegt? Það bara alls ekki hræðilegt. Því að lífið með Kristur og dauðinn ávinningur. Hvað það versta sem getur gerst? Að þú hittir frelsarann aðeins fyrr. Það bara blessun. Það nefnilega bara dásamlegt. Þannig að við þurfum að hafa þetta hugafar Arnarins, vinir. Við þurfum að fara að svífa hærra. Við þurfum að sjá hlutinu með öðru samhengi og annað sem Örnin gerir líka. Hann æxlast í háloftunum. Mér finnst þetta líka ótrúlega merkilegt. Talandi veraldlega ást. Þetta svona, klóra þú mér á baki og ég klóra þér. En við að Guð að kalla okkur til þess að eiga öðruvísi kærleika. Þennan agape háa kærleika. Þennan fórnandi kærleika. Vinir, við þurfum að hætta þessu klóra þú mér og ég klóra þér. Við þurfum bara að klóra. Ekki þannig, ekki svona. Ég sá gefn var svona við alla. Nei, ég að meina, við þurfum bara að vera góð við fólkið í kringum okkur. Við þurfum bara að efla hvort annað án þess að búast við einhverju tilbaka. Þannig Örnin. Hann elskast í heiminn loftunum. Og muniði, Jesú var alltaf að benda lærisveinunum, slíkar himnaríki, horfi á það sem í hennu efra. Hann alltaf að hjálpa okkur að horfa upp á við. Upp á við. Af hverju? Út af því við erum svo gjörn á að vera hér. Við sjáum ekkert í neinu samhengi. Og vinir, þegar við erum fann að horfa dýpra og lengra, og vinir, sko Örnin getur hort alveg, veist, og jafnvel í svarta myrkri marga kílómetra. Í burtu. Þvílík sjón. Þegar við erum fann að vera með þessa sjón, að jafnvel þótt að við göngum í gegnum dimman dal. Að þá bara skiptir það engu máli því hann með okkur. Sproti hans og stafur huggar mig. Ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur út að hann með mér. Og ég sé endatakmarkið. Ég sé hvaða verk Guð að byggja innra með mér. Og vinir, í öllum kringumstæðum þá getur Guð notað alla kringumstæði til þess að koma fram vilja sínum í lífum okkar. Þannig í staði fyrir að reiðast yfir ykkur, til dæmis eins og ef ykkur gerir eitthvað ámannshlut. Ég talaði manneskjundaginn, hún skildi fyrir örugglega hátt í 15-20 árum síðan, en þá brjáluð úr ofsa. Þetta bara sad. Þú ert að leyfa einhverju mannesku að ræna frá þér lífinu. Að stjórna þér. Hvað málið? Þú ert að þakka manneskunni fyrir að hafa kennt þér eitthvað í alvörunni. Það leiðin. Og þannig, í staðinn fyrir að fara niður, þá ferðu upp. Þú fær þetta arnar element í lífið þegar þú hugsar hlutina með þeim hætti. Vitið það að vera fljótur að fyrirgefa ekki merki veikleika. Það styrkleiki. Því að okkur hefur líka verið fyrirgefið, vinir.
Hann hefur fyrirgefið okkur allt. Og að við skulum halda ykkur gera einhvers konar reikningsskil gagnvart öllum þeim sem hafa gert okkar hlut. Við bara henda þessari bók og brenna. Í Jesú nafni. Út af við þurfum öll á miskunn og náð að halda. Ekki satt. Og vinir, í staðinn fyrir að gráta hlutina, treystum Guði þegar ein dyr lokast að önnur opnist. Og það nú yfirleitt þannig að það eitthvað betra sem að stendur við hornið. Það eitthvað betra sem býður okkar. Og í staðinn fyrir að vera kvarta og kveina, þá þurfum við að lofa Guði í öllum kringumstæðum. Út af við sjáum hlutina með víðari skilningi. Halleluja. Og vinir, til þess að taka Kanaansland, þá þurftu þeir að horfa hlutina öðruvísi. Og í dag, vinir, þá stöndum við á bjargbrún á okkur í nýju. Það bara þannig. Og Guð með kröfu. Hann með kröfu á mig, ég bara finna. Að ég endur nýju hugsun mína. Og vitið það, ég ætla ekki að gera kirkju eins og hún hefur alla tíð verið gerð. Ég vil nýja áskorun frá Guði. Og ég bara hveti ykkur líka að taka við þeirri áskorun sem að Guð að fæða fram í ríki sínu. Bara í Jesú nafni. Hvernig getum við með betri hætti ná til fólksins hérna fyrir utan? Vinir, sálmurinn sem var sungin 1920, við gætum þurft að syngja jafnvel eitthvað annað. Ég ekkert að gera lítið úr þessum sálmi. Ekki heyra það sem ég ekki að segja. Vinir, syngjum nýjan söng. Bara í Jesú nafni syngjum nýjan söng. Og leifum Guði að eiga við þetta element í okkar hjarta. Ófyrirgefningu. Þú veist, að neita að breytast og læra. En nú komið að predikunni. Það bara inngangur. En hann talar að vekja upp reiðu sitt. Hvað þýðir það? Hvað þýðir að vekja upp reiðu sitt? Akkurat, það sem að gerist þegar örninn fyrir að vekja upp reiðu sitt það að hún tekur þægindin í burtu. Hún fyrir að taka, mosan og allt það sem að búið að gera þægindin fyrir litlu ungana og það ungin bara orðin rosalega stór. Hann bara með stóra, þið vitið, vangi og bara farin að hálf detta út úr hreiðrinu. Og mamman sér þegar ungin orðin nógu burðugur til þess að fara að fljúga. En ungin vill ekkert endilega fljúga. Ég veit ekki með ykkur en við höfum oft notað hann svolítið svona sparka mig bara út úr hreiðrinu. Og Jóhanna var að spyrja mig í morgun hvort að ég ætla að sparka henni út úr hreiðrinu. Sagðir það ekki annars? Já. Ég sagði nei. Já, ég sagði já. Já, einmitt. Ég nefnilega svolítið meðvirk. Já, svolítið erfitt. Ég get ekki ímyndað mér að börnin mín fari nokkuð tíman út úr hreiðrinu. Ég vil að Gunnar og Hulda María búi hjá mömmu að eilífu. Amen. En það ekki gott. Þá ég þroska þjófur. Það nýtt orð sem ég búin að vera að læra. En hvar var ég? Já, það sem að Arna-mamman gerir og Arna-pappinn, þau taka reynslu heiminn, þú veist, þessar greinar sem voru vísindilega settar til þess að beinast út á við, að taka greinarnar og fara að beina því inn á við og fara að pota í litlar angar, þú veist, Arnar ungan. Og þetta bara óþægilegt. Kolli kom inn á það, stundin á þetta glerbrot og þetta bara fer að vera óbúslega óþægilegt. Og það svolítið áhugavert Guð. Ég finna alltaf þegar ég á að færa mig úr stað, þá verða allt í einu kringumstæðurnar mjög óþægilegar. Allt í einu finn ég svona pot og staður þar sem ég var vön að geta hvílt á, ég hætt að geta hvílt. Skiljið hvað ég að meina? Allt í einu bara eins og þetta ekki gott. Ég bara finna, það bara verið að pota í mig. Þú veist, Arnar mamman, drottinn að pota í mig. Og allt í einu fyrir að pota meira og meira og meira og staður sem mamma var vanur að geta hvílt á, getur maður ekki lengur hvílt. Og það sem að gerist að unginn, hann verður að fara út úr hreiðrinu sínu
og muniði, hann á Klettasillu. Það bara opinn dauðinn hann fyrir neðan, það ekkert millistig. Þannig að hún ítir og ítir, þanga til unginn, þú veist, dettur út úr hreiðri sínu loksins og svo bara hrapar hann og reynir að blaka vængjónum og oftast nær tekst það ekki, allavega ekki í fyrsta sinn, og Arna-mamma kemur og grípur viðkomandi, rétt áður en hann verður að klessu. Þannig að þetta líka gott fyrir okkur að vita, rétt áður en þú verður að klessu og ég, þá kemur Guð alltaf og grípur inn í. Það góðs viti, ekki satt. Það bara mjög gott að vita. En hún gerir þetta aftur og stundu þar marga tilraunir, þanga til allt í henni eitthvað kikkar inn hjá Arnar unganum. Og hann áttar sig á, býtu, herðu, ég get þetta. Býtu, ég fæddur til þess að gera þetta. Mér ætlað að svífa. Mér ætlað að komast á nýja staði. Mér ætlað að búa til minn eigin reynsluheim með Guði. Og vinir, þess vegna skiptir máli þegar við heyrum predikun eins og þetta að fara heim og stúdera. Getur verið, vinir, að þú getur lært eitthvað á þínum eigin forsendum heima þegar þú krefur svona predikun. Heldur betur. Og það sem að Guð gerir, vinir, það lag. Þegar þú fer heim og þú stúderar þessa predikun eða predikun hjá Kolla daginn og þú fer sjálfur inn í orðið og skoðar, þú fær nýja ábendingu. Þú ber til þinn eigin reynslu heim með Guði. Það það sem gerist. Og vinir, það nákvæmlega það sem að gerist hjá litlar andar unganum. Allt í einu kikkar inn þetta eðli. Þetta eðli sem segir, herðu, þú ert meir en sigurvegari. You can do this. Og vinni, það eitthvað fólk hérna í dag sem að þarf að heyra það. You can do this. Þú ert meira en sigurvegari. Ef að Guð hefur komið þér þetta langt, þá ætlar hann að taka þig alla leið. Dýrsi Guði. Og vinir, okkur ætlað að fljúga. Okkur ætlað að byggja okkar eigið hreiður fyrir okkar eigin unga. Og það sem athyglisvert við þetta, vinir, á þessum umskiptum, þið munið, fyrst þegar Guð kallaði gyðingana út úr Egyptalandi, þá voru kallaði söfnuður. Síðan voru þeir kallaðir synir og dætur. Síðan voru þeir kallaðir brúður, þegar fóru inn í Kanansland, ekki satt, Kolli. Brúður. Það akkúrat þessu umskipta tímabil. Þetta þroska tímabil þú ert að fara úr því að vera sonur eða dóttir í það að vera brúður. Það komið miklu meiri nánd, miklu meiri þekking, miklu meiri reynsla. Og svo ferðu að vera móðir. Það sem að gerist þegar fuglinn loksins farin að fljúa, þá byrja móðirinn, þið vitið, áður en hún eignast ungana, að ná í sitt eigin hreiður og byggja það. Og vinir, ástæðan fyrir því að við verðum að fara að hugsa eins og Ernir einmitt út af þessu. Við þurfum fleira andlega feður, andlega mæður. Við þurfum fólk sem tilbúið í einingasamfélag við frelsarann og bara leyfa Guð að breyta viðkomandi. Við þurfum meira af því. Og ég vona svo sannarlega að þessi predikun hafi skilið eitthvað eftir fyrir ykkur. Mér langar svona rétt að fara í Filippibréfið, bara til þess að undirstrika það sem ég var að segja. Því eitt gjör ég gleymi því sem að baki og seilist eftir því sem framöndan og keppi þannig að markinu til verðlaunin á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesú. Halleluja. Og annað hérna í Efesbréfinu 4:13, þangað til við verum einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Verðum full þroska. Náum vaxtar takmarki, Krists-fyllingar. Að við verðum full þroska. Að við förum að bera ávöxt eftir því að við förum að vera mæður og feður. Að við þroskumst. Að við förum að fljúga hærra, vinir. Ég bara trúi því Guð að kalla okkur til þess að fljúga hærra.
Í Jesú nafni, rísum á fætur.